Ja, Jói, tap í dag, hvernig líður eftir leikinn? Þetta var náttúrulega bara fínn leikur, góðar aðstæður og mættum bara sterkur Stjörnulið og þetta er náttúrulega bara hluti af undirbúningnum fyrir efstu deild, þannig að við fengum bara góða mínútur á stærstan hluta af leikmannahópinn okkur í dag og mörgu leyti jákvætt. Við spiluðum mjög fínan fyrri hálfleik og sóknarleikur er fín og pressan fín og það voru fullt af jákvæðum punktum í þessu sem við tökum með okkur út úr þessu móti. Þannig að bara jákvæða dagur að ansi mörgu leiti því að við erum náttúrulega bara fullu að undirbúa okkur fyrir bestu deildina. Og var ennþá með svo veturinn og undirbúningstímabili, hvernig finnst þér bara það bara farið? Það er bara gengið nokkuð vel. Við erum náttúrulega bara að vinna allir sem einn í rétta átt og mér finnst það hafa bara gengið ágætlega. Við erum náttúrulega bara líka fókus á að koma okkur í gott stand og það hafa verið svona aðeins meiðsli hrjá okkur en við erum að koma mönnum svona í svona flest allir í 100% stand, þannig að ég er ánægður með það að flestir okkar leikmenn eru heilir þessa stundina og það er bara jákvætt og við eigum núna 3 leiki fram að fyrsta leika móti IBF, þannig að ég horfi bara mjög jákvæðum augum á þetta undirbúningstímabil hingað til en þetta skiptir náttúrulega langmestu máli hvað við gerum í fyrsta leiknum sem er raun og veru bikarleikur og svo fyrsta leik í deildinni, það er þegar það fer að telja. Já, og talað eins og leikmannamarkaðinn, einhverjar styrkingar á leiðinni, hvernig metur lið? Við erum náttúrulega bara með flottan hóp og við erum með fullt af ungum og efnilegum leikmönnum í hópnum hjá okkur og erum búin að fá að spila mikið á þessu undirbúningstímabili. Við erum samt sem áður alveg að sjá hvort það er einhverjir leikmenn þarna úti sem geta styrkt okkur og passa inn í leikstílinn okkar og það sem við viljum gera og við erum klárlega að skoða að einhverju leyti styrkingar fyrir átökjum þegar deildin byrjar. Varðandi svo nýja leikmenn sem við erum að fá, Sverrir Páll Fjaldsteð til dæmis, Adolf Daði, hvernig finnst þér það bara komið inn lið? Þeir hafa bara komið mjög vel inn í þetta. Adolf hörku leikmaður og Sverrir sömuleiðis og fleiri leikmenn sem hafa komið inn til okkar er bara búið að ganga mjög vel og hópurinn er bara þéttur og fínn og nokkuð samrýndur hópur þó að séu kannski nokkru nýju leikmenn sem hafa komið inn í þetta en mér finnst samheldnin vera góð og vinnusemin vera algjörlega til fyrirmyndar og það er eitthvað sem við ætlum okkur að byggja á. Já, en það er mikið verið rit að tala FH, svo umræðan hefur jafnvel verið smá neikvæð. Finnst þér vera ósanngjarnt? Nei, einhverju leyti bara er umræðan bara eins og hún er, það er rosalega erfitt að ætla að vera þjálfari í okkur liði og reyna að hafa áhrif á umræðan. Ég held að menn hafa alveg reynt að gera það í gegnum tíðina með misgóðum árangri, þar sem ég og við, ég er þjálfari liðsins og við leikmannahópurinn, við erum að fókusa á það sem við getum haft áhrif á, við getum ekkert haft neina áhrif á umræðina hvernig hún er, við bara komum til með að leggja okkur fram og leggja alveg fullt af vinnu í það sem að framundan er, það er alveg á hreinu og við höfum alveg gæði í leikmannahópnum líka og við höfum trú á það sem við erum að gera og það náttúrulega skiptir okkur langmestu máli en eins og ég kom samt inn á bara áðan að það skiptir máli náttúrulega bara þegar deildin byrjar, þegar bikarinn byrjar, þegar þetta fer að telja, þá ætlum við okkur að vera klárir í slaginn og vera með breidd og vera í þannig standi að við getum komið inn í mótið af fullu kraft. En varðandi þessu með leikinn gegn Fylki þegar spila ekki í seinni hálfleikinn, hvað gerist þar? Þetta er hörku góð spurning hjá þér. Það var náttúrulega bara, ég mat bara aðstæðurnar þannig ég treysti treysti því ekki að við getum farið út í seinni hálfleikinn án þess að taka allt of mikla sénsa að það yrði mikið meiðsli og jafnvel alvarleg meiðsli á leikmönnum og það var bara mín skoðun á því mómenti að hafa gert það og auðvitað er hægt að gagnrýna það og allt það en það var bara mín ákvörðun á þessum tímapunkti og við ákváðum að gera þetta svona rétt eða rangt eða hvað sem er, það er fyrir aftan okkur núna og við höldum áfram en bara fyrst og fremst er þessi leikmannahópur FH er á mína ábyrgð og ég ætla að gera allt sem ég get til þess að sjá til þess að við séum klárir eins og ég sagði það, við þurfum að vera klárir með hópinn þegar deildin byrjar og menn þurfa að vera í standi og ekki meiddir og þetta skiptir nefnilega gríðarlega máli hvernig við komum inn í mótið og það er svona minn helsti fókus fyrir það. Þannig að bara áfram gakk og þeir eru bara til næsta leik? Já, algjörlega. Það eru æfingarleikir og svona framöndan þannig að við höldum áfram ótrauður og verðum klárir þegar þetta byrjar.